Í fyrra Korintubréfi 3. kafla 16. versi segir: Vitið þér eigi að þér eruð musteri Guðs og andi Guðs býr í yður. Guð hefur gefið ykkur bústað til að annast og varðveita í sem bestu ástandi til að þjóna honum og vegsama. Líkamar ykkar eru ekki ykkar eigin. Vitið þér eigi að þér eruð musteri Guðs og að andi Guðs býr í yður. Heilsan er blessun, en fáir kunna að meta gildi hennar. Lífið er heilug trúnaðar gjöf sem Guð einn getur gert okkur færum að varðveita og nota honum til dýrðar. En sá sem myndaði hina undursamlegu byggingu líkamanns mun sjá vandlega að halda honum í lagi ef menn vinna ekki á móti honum. Hann mun hjálpa okkur til að ávaxta hverja þá talentu sem okkur hefur verið treyst fyrir og nota hana í samræmi við vilja gjafarans. Æskan er tími til að grundvalla góðar venjur og leiðrétta rangar sem menn hafa þegar vanið sig á, að öðlast sjálfstjórn og að leggja áformin og venja sig við að haga öllum athöfnum lífsins í samræmi við vilja Guðs. Hinu heilaga líkamsmusteri verður að halda hreinu og óspilltu svo að andi Guðs geti dvalið þar. Við þurfum að gæta vandlega eignar drottins, því að hver misbeiting á hæfileikum okkar styttir tíma þann sem hægt er að nota líf okkar Guði til dýrðar. Hafið í huga að við erum að helga Guði allt, sál, líkama og anda. Allt er hans verði keypta eign sem verður að nota með skynsemi í þeim tilgangi að varðveita gjöf lífsins. Við getum látið Guði í té hina dýrmætustu þjónustu með því að nota rétt hæfileika okkar til hins ítrasta við hið nytsamasta starf með því að halda hverju líffæri heilbrigðu og vernda svo hvert líffæri að hugur, sinar og vöðvar vinni samstillt. Þegar við gerum allt sem við getum til að njóta góðra heilsu, getum við vænst þess að hinar blessuðu afleiðingar hljótist af og þá getum við beðið Guð í trú að blessa viðleitni okkar til að vernda heilsuna. Guð skapaði líkama okkar og gerði hann því góðan og dýrmætan frá upphafi. Þess vegna þurfum við að læra að meta hann en taka ekki þátt í því sem er holdlegseðlis. Við þurfum líka að læra að elska og hugsa betur líkama okkar þar sem Guð gefur okkur hann með dýrlegan tilgang í huga. Hann tilheyrir honum að lokum. Það er áhugavert að lesa yfirlýsingu Páls í Efesusbréfinu 5:29-30 sem segir: Enginn hefur nokkru sinni hatað eigið hold, heldur elur hann það og annast, eins og Kristur kirkjuna, því við erum limir á líkama hans. Hann gerir hér ráð fyrir að við munum eðlilega vilja sjá líkama okkar, við munum elska hann. Því miður erum við oft segum að taka líkama okkar sem sjálfsögðum hlut, misnota hann og eða vanrækja hann á ýmsan hátt og nota hann í illum tilgangi. Þetta ætti ekki að vera svo. Mörg okkar ná ekki að næra líkama okkar almennilega með hollu og góðu mataræði. Við gefum okkur ekki tíma eða fyrirhöfn til að æfa eins og við ættum að gera. Sumt fólk misnotar líkama sinn með ofáti, óhóflegri áfengisneyslu, ólöglegri vímuefnaneyslu og jafnvel vísvitandi sjálfskaða. Það er sorglegt ástand. Líkama okkar er ætlað að vera heilagt verkfæri fyrir Guð. Okkur er líka ætlað að njóta líkama okkar og ótrúlega starfsgetu hans, en okkur er haldið frá því oft með óábyrgum ákvörðunum okkar og langvarandi vanrækslu. Nú er þessi jarneska tjaldbúð, eins og Páll orðar það, ekki byggð til að endast að eilífu. Hún mun að endanum slitna. Hún er tímabundin dvalarstaður heilags anda Guðs, en það er ekki afsökun fyrir vanrækslu. Líkami okkar er gjöf að ofan. Líkamar okkar eru sannarlega ótrúleg sköpun. Nefið þitt hefur getu til að muna 50.000 mismunandi lykt. Skiptir bragðlauka á 10 daga fresti. Líkami þinn losar 600.000 húðagnir á hverjum klukkutíma. Það eru 100.000 mílur af æðum
í fullorðnum mannslíkama. Á meðan hann er vakandi framleiðir heilinn nægilegt rafmagn til að knýja ljósaperu. Mannlegt auga getur greint 10 milljónir mismunandi lita. DNA í öllum frumum líkamanns gætu teygst 10 milljarða kílómetra. Heilinn þinn notar 20% af heildar súrefni og blóði í líkamanum. Á ævinni getur langtíma minni heilans þíns geymt alltaf 1 trilljón aðskildra upplýsingabita. Hjarta þitt mun dæla næstum 1,5 milljón tunnum af blóði á lífsleiðinni. Þegar þú tekur 1 skref, ertu að nota alltaf 200 vöðva. Já, líkami þinn er undursamleg sköpun Guðs og hann tilheyrir Guði. Þess vegna skaltu hugsa vel hann og nota hann Guði til dýrðar.